Já, sko, þú ert hvatvís og óþolinmóður. Er þetta kannski of mikið? Nei, alls ekki. Nei, þetta fínt. Ertu búinn? Nei. Þetta bankarán! Niður í gólfið með ykkur! Þetta niður í gólfið! Þá má sjá hendur niður í gólfið með þér! Já, ég leggst ekki í gólfið! Hendur með þetta barn! Þú, hérna, fyrst á þetta! Settu peningi í pokann! Já, þetta flautuhljóð sker svo agalega í eyrun. Þú veist, þetta barnahljóð fer og... Nei, alls ekki. Og yfirleitt spila menn á þverflötu. En ég bara aldrei náði einhvern veginn tökum á því. Og þú grípur fram í fyrir mér. Þú sýtur og ræskir því í sífellu og snýtir þér eins og einhver afdala bóndi. Það er ógeðslegt. Já, ég veit. Þetta er bara kirtlavesen í þér. En ég skal reyna að minnka það eins og ég get. Niður í gólfið, hendur fyrir aftan bak! Allir törnir! Og hraðlega og steindegi! Allir að halda kæfti pizza pokann! Nei! Það róluðu bankara, maður! Svo þetta endalausa heilsuraus út alltaf að tala það. Já, ég veit að ég ætla nefnilega að verða 100 ára. Svona verður maður að passa sig. Já, bara það er draslaralegt í kringu þig og fötin allt á gólfinu og svo sefurðu ber. Já, það er vegna þess að svo heitt í herberginu. Þú vilt ekki hafa opinn gluggann. Ég er svo heitfengur. Hittu pokann! Hittu á henni til pokann! Hittu henni! Hittu fett á pokann! Hittu fett á pokann! Ég er ekki að fara að meiða neitt. Hittu bara pokann. Hittu hann. Niður í gólfið! Já. Núna! Já. Horfðu í gólfið! Og ekki þú hreyfa þig! Er ekkert svona sem pirrar þig? Nei. Já, kannski það að þú notar svolítið sterkt ilmvatn. En mér finnst góð lykt af því. Já, þetta gengur ekkert svona. Rífa hausinn! Rífa hausinn! Niður í gólf! Niður! Já. Mamma. Já, sko vinur, ertu þarna? Já. Allt í lagi? Já, ekki á þér, allt í lagi? Já. Hey, við erum hérna frá lögreglunni, Valdnaldur hérna, yfirmaður. Þetta er Ólafur hérna í félagi minn, ég skal taka þetta takk. Sturlu kettling! Hvurslags vitleysa er þetta ég? Við erum lögreglan, sko. Við erum lögreglan. Óli, slaka á. Bara biðja ykkur afsökunar á þessu, þið brugðust hárrétt við. Og þið eru bara að fá nöfnin hjá okkur og svo getið þið fengið að fara. Nöfnin? Nei, það kemur ekki til greina, sko. Það er Pétur og Hólmfríður. Við búum saman hérna á Sólvangi. Pétur, Hólmfríður, þakka ykkur fyrir aftur. Getið þið fengið að keyra ykkur heim eitthvað annað? Nei, ómögulega við getum séð okkur sjálf. Pétur, við erum að fara. Ekkert mála skutla ykkur? Nei. Hey, halló. Það er eftir að gefa skýrslu þetta atvik, sko. Óli, slaka það eins á. Við biðjumst velvirðingar á þessu. Það er samt líkamsárás, sko. Hún sló mig beint í andlitið. Má sjá þetta. Líkamsárás? Góður kona sem slóði hausinn? Herðu, hún er með grjót í töskunni eitthvað. Þetta var ótrúlega vond. Hvað? Þetta var nú bara gaman. Gaman? Já, þetta lífgaði upp á tilveruna. Dríf okkur. Já, strætó er alveg að koma. Nei, við hringjum á leigubíl. Okay.
Jæja. Hvað getur hún lært á þessu? Já, við erum á því að þessi æfing hafi verið allt og raunveruleg. Já, kannski punktur. Það er náttúrulega bara algjört bull, sko. Ég meina það er að gera svona bara alveg af fullum krafti, sko. Jæja, það eru 2500. Er ekki eldri borgarafsláttur? Ha, veitu hvað eru þið gömur? Hvaða vitleysa er þetta? Hérna væni minn, hérna eru 3000 og mátt eiga afganginn. Já, takk. Já, fólk hélt að þetta væri bara raunverulegt rán. Já, er það ekki bara mjög gott? Fólk var verulega skelka. Móður minni var það brugðið að hún pissaði á sig. Já, sko, við getum ekki borðið ábyrgð á því. Ég með, fólk verður bara að bera ábyrgð sjálft á sínu stúsi, sko. Já, flott, heyrðu. En hérna, við getum verið sammála um að þetta gekk vel. Ég meina, þetta gekk vel. Þrátt fyrir að segja að þetta enda kannski leiðinlega. Súpu? Já, takk. Gjörðu svo vel. Hvernig súpa er þetta? Þetta? Kjötsúpa? Kjötsúpa, já. Kjötsúpa? Já. Hvað er það kjötið? Það er ekkert kjöt í súpunni. Hvers slags kjötsúpa er þetta sem að er ekki með neinu kjöti? Er kjöt í þínni? Nei, það er ekkert kjöt. En ef við súmurum þetta upp, Súmurum upp. Gott. Það líst mér vel á. þá var ekki ítt á neðanhappinu vegna þess að hann er undir borðinu. Og eins og þið bendið á að þá er víst betra að hafa hann á gólfinu. Já, ég meina það gefur bara auga leið, skilurðu, þú veist. Ef eitthvað gerist, einhver kemur inn, eitthvað itchy, þá ertu bara hér. Og ég meina, bara læstar hendunum, getur ekki notað neitt og þá bara eitt svona lítið fótspor. Ég taka ekki eftir því einu sinni. Og það ekki einu svona, það sést kannski ekki einu sinni. Það er yfirleitt hærri borðin, sést ekki einu sinni að þú sett að ít og taka, sem er ennþá betra, sko. Já, við bara förum í að breyta þessu bara strax í fyrramálið, bæta við öryggismyndavélum og setja, já, kannski skjái inn til mín. Það ekki, já. Skjáir. Það kom þá eitthvað gott út úr þessu. Það er ekki að segja hannar. Já. Fyrirgefðu. Hvað nú? Við ætlum að leggja fram hérna smá kvörtun. Varandi kjötsúpuna, það var ekkert kjöt í henni. Nú erum svo fyrsta sem kvartar yfir því. Og hvað með það? Það geti ekki verið að þú sett nú bara eitthvað að ruglast. Nei, ég er ekkert að ruglast. Það var ekkert kjöt í kjötsúpunni. Jú, annars væri það náttúrulega ekki kjötsúpa, sko. Alltaf kjöt í kjötsúpu. Að vera í samfélagi við aðra. Ég er náttúrulega búið að dreyma það bara alla ævi að vinna með FBI, sko. Já, og ég þig. Ég er svo heppinn með þig. Gult. Hann var yfir á reiði. Ha? Nei, ekkert. Hérna, við sjáumst bara heima.
Já, já, bless. Ég pantaði tíma hjá honum Unnsteini klukkan 10 í fyrramálið. Já, gott, þá náum við morgunleikum minni. Góða nótt. Nótt. Jæja. Heyrðu, Já. af hverju kemur þú ekki bara með mér út? Væri það ekki upplagt? Já, heyrðu. Við getum þá jafnvel bara lengt ferðina og eitt jólunum þann úti. Það er frábær hugmynd. Það ekki? Gerum það. Gerum það. Vaknaðu. Þú verður að sjá þetta. Hvað? Kemur á þriðjudag og miði kostar litlar 5.500 krónur og þið megi koma með það til því 15. Hósinn er bilaður, svo það er best að þið koma með þetta í tætt. Boggi, hæ? Heyrðu, ég kom með kjöti. Þetta er eitthvað 20 kíló eitthvað, sko. Boggi, ég hringi þetta smá. Við vitum alveg hvað þetta gera. Áfí, láttu ekki svona, komdu með pokan. Ég hringi á lögregluna og kæri þið fyrir að stela kjöti frá öll heimilinu. Hver heldur þú að trúa einhverjum gamlingjum eins og ykkur? Hvað er með þetta, maður? Rólegur. Anskotin er þetta. Það kemur í ljós. Heyrðu, þá þurfum þið bara að díla við þetta. Borgþór. Jesús! Þú var sveimur kvöldmaður. Títröll, sko. Vá, þetta var hressandi. Heyrðu, ég er bara á sloppnum. Daginn.
Daginn. Andskoti. Jæja. Jæja. Jæja, hvernig gengur? Mér finnst bara alveg fáránlegt að þurfa að deila herbergi með annarri manneski og þó Pétur sé ágætur og þá gengur ekki að deila herbergi með kallmanni. Segir þau ekki neitt? Já, já. Þið eru nú að kynnast og svona. Já, ég vil vera ein í herbergi. Eins og þú veist, það eru bara ekki laus herbergi og það eru margir sem eru búin að bíða mikið lengur en þið. Eins og Guðrún sem býr hérna á ganginum. Það bara gengur ekki að blanda saman köllum og konum. Hvar er virðingin? Og maður þarf sitt privacy. Hvað segir þú, Pétur? Þú ert nú svo jákvæður. Hvernig finnst þér þetta ganga? Já, bara vel, sko. Það er betra heldur en að vera einn. Já, það er fínt. En Hófi, getum við ekki bara látið þetta ganga, þú veist. Smá jákvæðni. Ég skal segja ykkur eitt, ég fæ hann Óskar til að setja svona skilrúm á milli ykkar. Er það ekki fínt? Þá hafið þið smá privacy, eins og þú orðaðið svo skemmtilega. Takk fyrir. Gjörðu svo. Hvað segir Óli minn? Er ekki bara mjög leitt að hafa brugðist ykkur svona? Þetta eru 3 umferðarbrot, þannig að ég afhendi bara ökuskírteinið hérna. Óli, strákarnir eru að fíblast í því. Já, en ég menn þetta er skýr ökuleyfismissir og það er ekkert meira um það að segja, sko. Í alvöru, ég má ekki vera að þessu. Óli minn, viltu ekki bara fara fram að vinna? Það var búin. Svona, þá ert þú bara hérna eru bara brotin og þá þurfum við bara ekkert að ræða þetta frekar. Komið sæl. Í fréttum er þetta helst. Hagnaður bankana hefur ekki verið meiri síðan fyrir hrun árið 2008. Þetta eru góðar tölur því það stefnir í methagnað hjá bankanum og það er gott fyrir þetta, segir Sigurður Einarsson, bankastjóri Íslandsbanka. Ríkisstjórnin hefur þurft að skera niður víða í samfélaginu. Fyrir í vetur var mikill niðurskurður á elliheimilum og sjúkrastofnunum og núna fá sumarbúðir fatlaðra að kynnast niðurskurðinum. Í dag var nýtt fangelsi opnað við formlega athöfn en það verður gæsluvarðhalds og móttöku fangelsi. Allir aðbúnaður í fangelsinu Er ekki allt í lagi, Hófi minn? Nei, veistu, það er ekki allt í lagi. Það er bara allt svo ósanngjarnt eitthvað. Já. Við þurfum bara að vera þolinmóð. Ég beið alltaf eftir því að maðurinn minn kemst á eftirlaun. Svo við getum eytt tíma saman. Svo þegar hann fór á eftirlaun þá missti hann heilsuna. En þú ert heilsuhraust? Já. En hvað gagnast það þegar komið fram við okkur eins og skepnur? Setti ykkur að stíu bara með fólki sem við þekkjum ekki neitt. Já. Við þurfum bara að kynnast. Bíða bara allir eftir að við drepust, Pétur minn, átakalaust. En veistu það? Ég er ekki til í það. Ég ætla að flytja. Já. Ég ætla bara að kaupa mig litla íbúð.
kaffi? Nei. Já, gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Fáðu þið piparköku? Já, takk. Verðið að breyta? Nei, bara svona verið að taka í gegn öryggiskerfið. Já, já. Bara færa myndavélar og svona. Já. Bara svo allt sé öruggt. Nú eru jólin að nálgast og þá er alltaf mest að gera. Já. Já, desember er rosalega stór. Allt fullt af túristum og rosa mikið af seðlum í gangi og allir að koma þessi og reikninga fyrir áramótin, skilur. Já, þannig að þú veist, það verður allt crazy hérna síðustu dagana. Trúi því? Já. En við höfum þetta bara milli okkar, skilur. Já, já. Gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Ég ætlaði bara að athuga með sparibréfin mín. Já, ertu með skilríki? Flott. Sjá. Já, miðað við stöðu bréfin í dag, það er þetta 256.830. 200... Það getur ekki staðist. Við áttum marga milljónir inn á þessum bókum. Þetta var eftirlaunasjóðurinn okkar. Já, mér þykir þetta leitt. Bréfin eru nánast verðlaus. Ég meina, hrunið hafa nú áhrif á okkur öll. Já, en þið ráðlögðu okkur þetta? Já, það er alltaf ákveðin áhætta að versla með verðbréf, þannig að... Geturðu athuga hvað er inn á hinum reikningunum mínum? Já, maður sjá. Eina sem ég finn hérna er lítið lán sem hefur ekki verið borgað af. Lán? Já, tekið 2017 og ekkert verið borgað af því síðan í október 2018. Þá dó Davíð. Hvaða lán er þetta? Sko, lán með vöxtum og öllu er það 37 milljónir. Heyrðu, þá þarf að borga þetta, þetta er komið í löginnheimtu. Já, hérna. Hvaða vitleys er þetta? Get ég fengið að tala við ykkur sem ræður, ykkur með vald hérna? Þetta kemur inn á heimabankaðinn. Heimabankan? Ég veit ekki eins og hvað átt að tala um. Allir reikningar koma þar. Hvernig borgar þú reikninga eiginlega? Davíð sá nú alltaf um þetta bara og svo kem ég hingað. En hvernig viltu borga þetta? Ég vil ekki borga þetta. Þetta þarf að borga. Er ekki hægt að afskrifa þetta bara? Það er nú svo sem verið gert áður fyrir rétta aðila. Nei, en ég þekkti manniði mjög vel. Ég læti fá nýtt lán til þess að borga þetta. Nýtt lán? Ég vil bara fá peningana mín tilbaka. Það, Hófi minn, þetta verður allt í lagi. Já. Já, þetta verður allt í lagi. Já, já. Ég ætla að fara í bankann og ná í peningana mína. Já. Ég ætla að ræna bankann. Ha? Já? Já. Veistu það? Ég ætla að koma með þér. Þú ert ágætur. Svo náttúrulega best að ræna banka bara rétt fyrir jólin. Því þá er mest að seðlum inn í honum. Ég svo sagði vörðurinn allavega í bankanum.
með það. Skotin, býta hvort svona lítið. Þetta er bara, þú ert búin að vera að taka þetta inn á það kristningurinn. Alls ekki, ég sverða. Þetta er bara sem ég náði núna, sko. Læstum skáp, sjúklingur rega þetta. Hei. Veist, þetta er rólegur. Hvað er í gangi hérna? Ekkert. Hvað er eiginlega í gangi? Ekki neitt. Borgþór, var ég búin að banna þér að koma hérna á elliheimilið mitt? Hvað ertu að gera? Hvað ertu með? Ekki neitt. Jú, má ég sjá þetta? Óskar, taktu þetta. Taktu þetta. Já, Óskar á þetta? Ekki. Það er ekki í lagi með ykkur. Nei. Nei, drullaður út. Út. Pabbi. Út. Út. Já. Sjá, fyrir. Óskar, upp. Já. Óskar. Sorry. Sko, ég gæti rekið fyrir þetta. Þú veist það. Akkur lætur hann hafa svona slæma áhrif á þig? Þú ert góðum strák. Þú veist, þó það vanti aðeins. Já. Þú ert góðum strákur. Já. Gaktu frá þessu á sinnstæða. Gerðu það fyrirgeðu. Boggi. Óli, til að eiga eitt orð um mig. Ég vildi bara að það kemi fram að ég var helviti ánægð með þig þarna í bankaráninu. Já, bara takk fyrir það. Vel gert. Mér fannst það líka. Já. Hérna, ég er ekki alveg kominn tíma og ég fá aðeins meiri ábyrgð í það. Hvað meinar? Nei, bara ég er alltaf í þessum litlu málum. Óli minn, engin lítil mál, bara leyst mál og ekki leyst mál. Ég var að spá í að fara á þetta námskeið þarna hjá FBI. Bara upp á fyrirskrána. Ég hef náttúrulega ekki búið að ákveða hver á að fara. Ákveða? Nei, geta ekki allir fara bara á eitthvað FBI-námskeið. Það var einhver að vera hérna að vinna. Já, ég er bara einn búinn að skrá mig. Var eitthvað fleira? Nei, þú kallaðir á mig. Einmitt? Ok, takk. Púðraður nóg. Ég er eiginlega púðrað bara í hvert skipti. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að leita Hófi. Eða Hólmfríði. Já, Hófi, hún er á 3. hæð. Já. Já, hún er inn á setustofu. Það er bara til vinstri leið og kemur upp stigann. Einmitt. Ok, takk. Þú ert ekki að púðra í hvert skipti. Hér er eitthvað. Heyrðu, þessa hef ég ekki séð. Hún er víst alveg frábær. Já, þessi fín, en við erum að leita bankaránsmyndu. Já, þessi er geggjuð. Látt síðan ég sé þig, amma mín. Rakel mín. Hæ, amma mín. Sæll, Rakel. Já, Pétur, ég bý með henni ömmuðinni. Mikið lítur vel út, elskan. Takk, gaman. Gaman að sjá þig. Hvað er að frétta? Það er nefnilega allt gott að frétta. Ég er að fara í nám. Ég verð að hitta það í færi. Og hvert? Til Mílanó. Og hvað verður lengi? Allavega í 3 ár. Þá verðum við nú að hittast reglulega áður um ferð. Ég er að nota peningana sem þú gafst mér í námið. Frábært. Hann afiðinn hefði nú orðið ánægður með það. Lofaði mig bara einu. Lifðu lífinu líka. Ekki eins og ég fresta. Óli, hvernig líst þér á að vera yfirmaður í desember?
Bara rosalega vel. Er það ekki? Jú. Veistu, ég held að þú sért tilbúin. Tilbúin? Þú getur bara, þú veist, fullkomlega treyst mér. Frábært. Þá er bara spurning hver að fara þetta á námskeið hjá FBI. Það hefur náttúrulega einhver að fara. Skal ég fara bara sjálfur? Heyrðu, frábært. Sko. Þetta verður ekkert mál. Æðum bara inn, gerum allt brjálað. Já. Nei, láttu mig vera. Hvað er aðeins að kriflingarnir ykkar? Nei, þetta eru lögregluofsóknir. Nei, býttu leiðurmann á töfnmyndavél. Leiðurmann á myndavél, ekki Borgþór Unnsteinsson kom í járnum í yfirheyrslu vegna ýmissa lögbrota og ofbeldisverka. Hann á eftir sér. Það gæti þetta orðið svolítið snúið, sko. Það eru myndavélar út allt. Já, við þurfum bara dulagerfi og bíl. Við getum notað strætó sem runnaveikar. Það er alltaf hægt að treysta á strætó, hann er alltaf á áætlun. Hefurðu gert það áður? Já, þetta er alveg æði bara. Útskriftarnefndin verður ánægð með þetta. Svo þurfum við sko 2 small, 5 medium, 11 large og 8 extra large. Og við þurfum þetta eiginlega fyrir helgina. Þau sækja þetta á laugardaginn. Hún heitir Ólöf sem sækir. Þið hafið föstudagskvöldið. Já. Já. Bara vinna hratt, ekkert vanda sig mikið, þetta er bara jólasveinabúningar. Ert þú að hugsa það sama og ég er að hugsa? Kannski. Hvað? Þetta gætu verið búningarnir. Þá er enginn að kippa sér upp við það þó að 2 jólasveinar séu á vappi fyrir utan bankann. Við getum labbað út og inn án þess að nokkur sé að skipta sér að því. Nákvæmlega. Já, og ég á semst að vera yfirmaður í desember. Þannig að hann fyrir námskeið. Æ, elskan, við gerum bara gott úr þessu. Nú verður þú líka yfirmaður? Já, ég veit það. Ég er bara svolítið leiður. Ég var farin að hlakka ótrúlega til þess að við 2 færum eitthvað út saman að gera eitthvað skemmtilegt. Já. Við gerum það bara seinna, elska mín. Heyrðu, á ég ekki bara að elda eitthvað gott handa okkur að borða? Jú, mér finnst það frábært. Já. Það er eitthvað juicy. Já, við gerum það. Er ekki hans allt í lagi, Rakel mín? Jú, allt í lagi. Ég var eitthvað að tala um pappa í gær. Hann vill semst að ég fari í háskólanum heima. Af hverju? Bara spara peninginn. Hann finnst það svo dýrt að fara út. Auðvitað peningar, hann hugsaður ekki annað. Sko, Rakel, þú ferð til Mílanó og mentar þig og upplifir eins mörg ævintýri og mögulega getur. Það er svo dýrmætt. Já, ég ætla að gera það. Ég meina, er hann ekki alltaf að veiða og... Jú, hann er að fara til Alaska núna að veiða eitthvað villisvín með boga. Merkilegt. En hann á líka fullt af byssum, eða ekki? Jú, hellinga byssum sko. Hann er ekkert að spara peningi þar. Nei. Hann er ekkert með þær inn í húsinu hjá okkur, það nokkuð? Nei, hann geymir þær út í bílskúr sko. Já, einhverju skáp held ég. Já. Hvað spurðu? Bara merkilegt. Villisvín með boga. Já.
Þetta málið. Þessi flott maður, en er hún ekki svolítið stór? Jú, en við sögum hana. Sögum skeftið af og hlaupið, það alltaf gert. Erum við að fara að skjóta eitthvað í alvörunni? Nei, en við verðum að vera ógnandi, annars trúir fólki okkur ekki. En ef eitthvað fyrir úrskeiðis? Hafðu engar ágjör af því. Við erum búin að sjá fyrir öllu. Fólk á þetta að halda við svona stór hættulegi glæpamenn. Þess vegna þurfum við ekki að skjóta neitt. Tilbúið. Já. Jú, gæra. Nei, tæki hana Guðrúnar. Helvítis bátarnir. Við tökum það með. Þetta er bankinn. Hér er inngangurinn. Já. Hér eru gjaldgerarnir. Hér niðri er hvelfingin, niður hringstíðan. Já. Hér er kaffiborðið, manstu? Hér er öryggisfulltrúinn. Hér er bankastjórinn. En bankinn gæti náttúrulega bara fullur af fólki út af því að þetta er síðustu dagur fyrir jól. Sko, ég fer rakleiðis að gjaldkeranum, skipunum að láta okkur hafa alla peningana. Þú stendur í dyrnar og passar upp umferðina og alla sem eru fyrir utan. Svo fer ég bara með það niður í hvelfinguna. Já. Og teka alla peningana. Já. Læsi svo alla inni. Já. Og við löpum svo út í rólegheitum. Já. Olsen. Get ekki séð hvað þetta klikka. Hæ. Heyrðu, Arnaldur var svo sætur að bjóða mig með út. Já. Það er mitt. Akkur þetta ekki að gera sjálfur? Ég er náttúrulega ekki með próf. Svo var bara Nína svo elskuleg. Svo svo veist að fylgir þessu mikil ábyrgð? Já, sjálfsögðu. Gott. Falldaði okkur að skuttla okkur. Ekki máli. Nei, það er bara eðlilegt að færa valdið til með formlegum hætti. Já, nú er klukkan orðin hálfeitt og þá skulu allir vistmenn taka þér rólega í hvítatíma. Allir eiga að leggja sig og taka þér rólega. Við erum ekki ráð og göngum og enga truflanir. Heimsóknir eru algjörlega
Okkur. Búningarnir. Ertu með töflurnar þínar? Já. Ég þarf að pissa. Ég þarf að pissa. Og? Nú, það þarf að breyta planinu. Þú fer bara á klósti í firðinum og svo förum við niður í kjallar og skiptum föt þar. Ertu með passi? Allt klárt. Sjálfsögðu. Góða ferð. Takk fyrir. Takk. Ég var að fara að aflýsa þessu, sko. Þú ert alltaf seinn. Heyrðu, gott eru komin, hérna eru þið tveir. Það er bara frábært, Þið setjum mandarinn í poka. Þannig að drífum okkur bara, ertu nokkuð með nammi í þessum poka þarna? Það er voða gott að gefa þeim bara mandarinn. Ég er búin að vera að dæla í því nammi. Tjópp. Hei, hann er kominn! Heyrðu, viljum við fara hérna upp? Ertu ekki með gítar með þér, eða? Nei. Er eftir því? Þú kannt að gítar samt eða ekki? Áfram, koma svo. Með hlaðinn riffil í pokanum. Ég vil að þú setjir alla peninga bankans í pokan. Er það skilið? Settu peningan í pokan, kettling. Einhver með lykil að peningageymslu bankans. Já, ég hef með. Viltu vera svo vænn að koma og opna hvelfinguna? Ég vil að þið komið bæði með mér. Ættislegur, hvað góður. Takk fyrir. Þú veist, þetta var bara, þetta hérna er ekki nóg, en takk fyrir. Þetta var alveg frábært. Sjáðu, ekki slæmt. Þvílík orka, sko. Nei, ég meina í alvörinu, ég hef aldrei séð svona góðan jólasvein. Nei, ég heldur maður. Þetta var vel gert hjá þér að panta þennan. Það var geggjað. Frábært. Halló? Halló? Veitu, hvað eru allir?
Ólafur rannsókn. Yfir rannsóknarlögregla. Ha? Já, ok, já, ég kemur svo skot. Yes! Hvað? Það bankarán. Nei. Það fokking bankarán. Hörðu, þurfum að drifja okkur. Go, skó. Já.